Já, góða kvöldið, góður áhorfendur. Velkomin í þetta stream af Tier 3 reysinu hérna. Þetta er reys númer 4 af 8 á vortímabili. Daniel heiti ég og með mér er hann Sigurður, blessaðu Siggi. Sælir Danni, hvað segirðu? Bara að finna. Byrjar spennan í þessu staka keppni. Já, Ég held að þetta verði rosa keppni með við þá sem eru komnir í lobby. Já, við verðum hérna á Dragon Trails Garden sem að er tilgerð braut af Polyphony Digital. Já, eina af mínum uppáhaldsbrautum. Ég vonandi verð síðastur í henni aftur á morgun í Tier 1. Já. Vonandi verður bara allir með COVID og ég mæti einn, þá kannski vinni. Já, má alltaf vona það besta. Já, vilt þú út með COVID núna? Þú getur skroppið fyrir mig bara og Kíkja í heimsókn á alla bara. kíkt í heimsókn á alla bara. Já, mér væri það. Barnabarnið var nú skýrt eftir þér og svona. Já, jú, ég verður að borga fyrir það einhvern veginn. Já. Ég er bara einn í tjattinu hérna á... Við erum bara á æfingum núna. Það eru tæpar rúma 5 mínútur í tímatökur. Eins og eru 10 keppendur komnir inn, þannig að það er ennþá pláss fyrir 4 í viðbót. Þannig ef einhver eru að horfa og langar alveg rosalega mikið til þess að taka þátt í Gran Turismo, þá er þetta opin keppni og eina sem þarft er Gran Turismo og Group 3 bíl. Og þá máttu taka þátt hérna. Þegar maður er með einn sjaldgæfan bíl á brauta, Audi. Grubbar. Það er hann hérna. Já, hann er reyndar í pit, en jú, á braut vissulega. Ég er erfiður í akstri, sko. Já, hann getur verið það. Svo er náttúrulega skemmtilegt að sjá líka að hraðasti bílinn eins og er í tímatökum, í æfingum, er Mitsubishi Lancer Evolution. Já, það er ekki algengur bíl í keppnum heldur. Alls ekki. Og fá veislu. Við erum með mikið af Skylanum og Suprum. Já, fá einn BMF seta 4 hérna hjá Já, það er Bergen. mjög skemmtilegt að sjá þann bíl líka, en það er einmitt bíl sem er ekki oft í keppnum hérna hjá okkur. Flott lifir í hjá honum, partátt. Já, þetta Fallegu flott litasamsetning. er glæsilegt livery. Hann fær 1 stig fyrir það. Það er nú ekki langt á milli þeirra svona æfingunum hérna bara alveg í text. Þetta verða hörkukeppni. Já, ég er hræddur það. Ég ætla nú að virkja lyklavörðin. Gaman að sjá hérna vera að horfa hvernig þið ætla að spá keppninni. Fyrsta spáin komin á Ragnari, Jökull, Arnar og Agnar. Já, það er svoleiðis. Já, hann er bara að fara eftir því sem að stendur á 1, 2, 3 núna held ég. Já, þú meina það. Það geta alveg verið, þú ert ekki að keppa þannig að þú vinnur ekki. Nei, og Dimmi virðist ekki vera að koma hingað heldur. Nei, þannig að við erum með oft 2 ökumennina svona ekki með, þá gæti þetta orðið alveg svaka spennandi. Já. Það er einmitt það sem við viljum sjá. Við viljum ekki svona Daniela og Dimma í keppnir, þar sem það stinga bara af í fyrstu beygju, sko. Allt ekki svona, ég er rétt náð að vinna eina keppni út í allir hinir gerðu mistök undan mér. Já, var það ekki á fjallinu? Já. Já.
Það er sennilega sú braut sem ég tók ekki eins og þátt í henni í TR1, ég hefði bara verið fyrir. Ég keyri bara alltaf á veggina þarna. Já, það þarf að vanda sig svolítið á þeirri braut. Já, maður þarf að kunna keyra og ég kann ekki keyra. Þetta snýst líka mikið bara að æfa sig. Æfa. Þetta er ekkert annað. Keyra. Já, það var það sem ég gerði fyrir fjallið. Ég bara æfði alveg rosalega mikið. Ég var með brautin á hreinu og hvernig bílinn hagaði sér á brautinni líka, þannig að þá er þetta svona nokkuð lockdown hjá manni. Já. Jökull er með þetta fastið slapp núna, 1.32.7, þetta er bara baka tími, sko. Búin að sjá í æfingunum, þá eru engin mistök búin að koma hjá mönnum. Þetta getur orðið alveg... Þessi kafli sem ég er að fylgjast með núna var að horfa á hann Hafstein fara það er svona, kemur svona smá chicane þarna með maður í brautinni, þar sem að það eru þessi rauðu bollard á milli. Já. Það er sennilega hættulegasti staðurinn, algengasti staðurinn í mistök og svo sennilega kemur svona smá hraður kafli og djúp beygja eftir það, mikill bremsukafli. Þetta er svona sennilega þeir tveir staðir sem eru mestu líkurnar á einhverjum stórum mistökum. Þarna kemur akkurat Grans Reis bara akkurat í þeirri beygju. Já, nákvæmlega. Hann er bara á sláttuvel núna eins og Valtteri Bottas. Hann hefur fært sig frá til þess að hleypa honum Arnari Finni framhjá. Hann hefur átt að segja á því að hann var nýlega búinn að gera mistök og Arnar er kannski á einhverjum flying lap hérna, þannig að... Það er held ég bara komin tími á... Balí? Tímatökur, ég ætla að tjekka hérna hvort það sé ekki alveg örugglega allir entered, jú, það er allir hérna inni sem að ætla að keppa eru entered, þannig að þá er bara að setja þetta af stað. Nei, þarf ég að fara út þess. Ég er ekki vanur að vera sá sem að stýri í keppninum, þannig að ég er alveg bear with me hérna. Hérna, start qualifying. Fyrsta lýsingin hjá mér, ég veit ekkert hvað ég er að gera, þannig að bara höfum gaman að þessu. Það er nummer 1 og 3. Jú. Þetta spáir þú þessu? Já, það er góð spurning maður. Þetta, ég ætla að segja, ég ætla að segja Jökull, Hafsteinn og Arnar Finnur verða í topp 3. En ég get ekki sagt í hvaða átt, í hvaða röð. Það er alveg... Ég held að... Já, þetta er... Þetta er nú við, hérna erum við með Gunso ennþá í pittinum. Það var... Bug. Bíllu komið út af spurning hvort það sé bug eða hvort hann sé bara að gleyma að fara af stað. Hann náttúrulega var í pittinum áðan, þannig að... Ég held að Balsirinn takki þetta og Jökull takki þetta. Hann fer af stað, ekkert vandamál. Aldrei neitt bitbug nema í TR1 heldur. Menn eru á þessum 4G-pungum. Já. Bíbittölu og... Við erum minnst eitthvað lausu við pitbugin núna, þannig að það er bara... Fögnum því. Bara race on. Óli Nóskils hérna fremstur í tímatökum eins og er. Náttúrulega allir á átlapp, þannig enginn búinn að setja tíma. Björgvin fylgir þar á eftir og Daði Grans þar á eftir. Óli verður ekki með neitt draft en Björgvin verður með draft á eftir honum hana. Það geti munað alveg í tímatökum. Það geti gert það, já.
Það er spurning hvort að Björgvin sé nógu nálægt til þess að fá draftið. Það virðist nú ekki vera. Nei. Grans í drafti. Já. Sýnir sem aðeins og langt aftur. Hannes harður á því að Jökull takk þetta bara örugglega. Já, hann segir Jökull, Agnar og Hafsteinn. Við ættum að fara að fá fyrsta tíman mjög fljótlega núna, þar sem að Óli er núna kominn á seinni helminginn af brautinni. Það beygir eftir. Og Björgvin er búinn að ná að aðeins búa til meira bil í Daða. Það er spurning hvort að Daði hafi slegið af eða hvað. Eða hvort að Björgvin hafi bara farið hraðar, það er aldrei að vita. Ég var fyrst í tíminn. Þetta er fljótt að breytast. Já, flottur tími hérna. Arnar finnur uss. Arnar finnur 1.33 sléttar maður. Þetta er glæsilegur tími maður. Dimmi spáir hérna Jökull, Hafsteinn og Agnar. Það eru bara allir að því að Jökull takk þetta. Eins og staðan núna er 0,1 sekúnda á milli fyrstu þriggja sætanna. Jökull bara 0,1. Jökull er þetta flying lap sé ég. Ég vil segja að Jökull er að flottast á bílnum. Já, þeir finnst það? Já. Það er gott að þetta sé ekki í opinni dagskrá á Íslensku sjónvarpi. Við höfum ekki auglýsa þetta hér. Nei. Mér hefur alltaf langað í og Þá fer Agnar inn í pit, væntanlega fyrir ný dekk. Já. Jökull, já, uss. Hann tekur hraðasta hringinn alveg léttilega. Hann bætir þetta nánast hálfa sekúndu. Já. Það var ekki smá hraði, sko. Hann finnur hann aðeins að missa hann hann. 4,5 mínúta eftir að qualifying. Aðeins að fylgjast með hann Björgvini hérna á þessum gullfallega B1Z4 sem hann er að gera. Part out bílinn. Þetta er náttúrulega BMW, þannig að hann er náttúrulega bara fer í parta eftir keppnina heldur. Já, eða það er þetta þá parta sem hann vantar til að halda bílinn gangandi. Já.
auglýsir nú rétta partasölun allavega þannig séð svona með það hann sé að BOF. Jú, jú. Það samt Arnar Finnur sem með hraðasta fyrsta sektor. Jökull með annan sektor. Hraðastan. Ljótur var með byggðasektor. Það svoleiðis. Þannig að við myndum fá eitt super tíma ef við myndum leggja sektorinn þeirra allara saman. Já, það væri alveg svakalegu tími. Agnar var hérna að koma sér upp aðeins upp í 3. sæti. Bæta tíma sinn. Nóskils að bæta tíma sinn hérna. Nei, Arnar Finnur að missi bílinn aðeins. Nær þá væntanlega ekki að bæta sig, ekki nema að ná í endamarkið áður en þessar 40 sekúndur eru liðnar, þá nær hann að taka annan hring. Já, hann tapaði miklum tíma á sektor 2 hann. Arnar Finnur kominn mjög nálægt honum Jökli samt í tíma núna. Það munar ekki, þetta ekki mikið. Jökull allavega ekki að fara að bæta sig. En þá eru tímatökur búnar. Klára sinn síðasta hring. Þá bara spurning hvort að Arnar Finnur sé að bæta sig eitthvað eða hvað? Ég er með hann hérna á Timing Monitor, hann bætti sig ekki á, jú hann bætti sig á sektor 1. Sektor 2 bætti hann sig líka. 9-3 ár á móti 26 á Jökull. Arnar tekur núna góðan tapp hérna þá Nei. Bæti sig ekki. Einhver eftir að klára eða 6 sekúndur eftir að tímatökum, þannig að við erum bara að fara að detta í reis hérna. Þetta bara detta í reis, það allir búinir. Ekki mikill munur á efstu tveimur. Alls ekki. Þetta verður mjög skemmtilegt reis, held ég.
Þarna er einmitt ekki gott að vera aftarlega því að þú gætir lent í því bara að vera í beygju þegar fyrstu menn byrja, sko. Já, nákvæmlega. Þessi braut eiginlega betri í gridstart. Það er að segja, hver endar í beygju hérna þegar þetta byrjar? Nei, allir, Slepp eiginlega allir, það er bara Illugi sem að lendir í beygju hérna. Þetta þá farið af stað. Allt virðist vera að fara mjög rólega og eðlilega af stað, engin áföll, ekkert. Jökull strax kominn sekúndu á undan og slíta togið. Arnar er með Nissan skrímslið í toginu. Það lokar vel þarna innri línunni í beyginni. Já, hérna efstu þrír eru svona búin að slíta sig svolítið frá og þessi efstu eini búin að slíta sig enda meira frá. Já, kannski efstu fjórir. Þeir sem er búin að slíta sig frá. Ljótur og bara eftir að verða hann að sýta einn bara. Allt bara ganga svo rjómi, sko. Ívo er greinilega að gera góða hluti fyrir jökulina. Hann er bara að ná að stinga sér svona þokkalega vel af hérna í fyrsta sætinu. Að hanga í 1.4, 1.3. Það er hérna smá slagur hérna hjá Óla og Daða 5. og 7. sæti. Það er svolítið leiðileg sjónarhaldin hérna. Já. Breyta í variable. Stilla á notifications. Efstu þrír bara eru farnir frá hinum, sko. Já, og þeir eru eiginlega farnir frá okkur öðrum líka, sko. Já, Jökull kom með 2 sekúndur. Arnar kom með, hann er nú bara í 0.8. Já, hann er að sækja svolítið á hann hérna Agnar, hann er að sækja svolítið á Arnar núna. Við fylgjast aðeins með þessu, hvort það sé að myndast eitthvað slagur hérna annað sætið. Draftir og það var. Já, hann er í slipstreaminu núna í kjölsvæðinu. Þannig að hann á alveg góðan möguleika. Hörpustæði alveg 5., 7., 7. sæti. Í beygju. Aðeins að fylgjast hérna með slaginum annað sæti. Agnar nær betra exitina. Arnar ver vel innri línuna inn í beygjuna. Já, alveg á hann hana. Slagurinn vera aðeins að minnka núna, hann er svona, já, hann Agnar er svona í og úr kjölsvæðinu hjá honum Arnari. Já. Og slagurinn núna er 7., 7. sæti, þar sem Guns er að hamra á hann Óla.
Kíkjum aðeins á það hérna. Sér að frá sér. Já, þetta er mjög close barátta hérna 6, 7, 8 sé ég. Það eru allir í kjölsóinu hjá hvor öðrum. Arnar komið með sekúndu á Agga núna. Vittu nú hvað var í gangi hérna. Misti alveg af. Var Gunsó að taka fram úr. Beina hann í svegt. Penn. Halldór hérna eitthvað, já. Ok. Misti aðeins að hvað var að gerast þarna. Það virðist bara að vera komið sekúnda milli allra bíla lágmarki. Já. Svona settle inn og bara komið í. Þá ætla ég að fylgjast nú hérna bara aðeins með honum Jökli taka hérna einn hring. Þannig að það er lítið hérna að gera. Það er til að hafa myndavélina aðeins á fyrsta sætinu. Já. Hann er komið með mjög sannfærandi forskot á alla hina hérna, 2,5 sekúnda, það er rúmlega það. Setið í rólegheitunum og haldið sínum stöðuga tíma hann 1:33 og reyndar Arnar er líka að gera, Baggi líka, Ljótur líka, þetta er allir hann að Allir í lágum 1,33. Allir nóskins eitthvað að fara að kíkja á Gillabings. Það var Halldór. Alveg. Ekkurinn reynir inn í línuna. Bara hlið við hlið inn í þessa beygju hérna. Leikari? Já, hún leta einhverja. Nei, svo fer hann hana. Þetta verður feil. Og missir sig og hann fær örugglega penalty hana líka. Skipti nú vel yfir brautina. Ekki maður betur á þetta hjá honum Óla. Fer hann yfir þessu rauði, já, missi bílinn aðeins, já, Það er alveg sem að hann ætti að fá penalty hana. Svo er komin hörku baráttum síðasta setið. Já, hérna Björgvin og Illugi. Björgvin er farið fram úr, já, Björgvin farið fram úr. Það var spurning hvort að Björgvin hafi lent í einhverju eða... Hann byrjaði í, hvað, í 7. sæti eða ekki? Jó, hann bara... hratt aftur.
er aftur komið fram úr Halldóri. Heyrir maður að fylgjast með einhverjum bíl og heyrir ískur í dekkjum, þá fer maður að flækjast alveg upp alla bíla. Hver er það? Ættu bjóða upp á svona fríkam þar sem að við getum stjórnað svona meira bara. Já, við getum vonað að það komi í Gran Turismo 7 sem að kemur út núna eftir rétt rúmlega viku. Spenntur? Já, mjög spenntur. Að kaupa? Já, langt sér. Já, ég er ekki búinn að kaupa það. Þá vona ég myndi ná mér í PlayStation 5 áður en það verðist ekkert. Þú verður bara að setja það á okkur biðlista. Ég er á biðlista núna hjá Elko. Það verður bara fyrsti af núna og var í hvernig var það? Gæri að fyrir dag. Já. Komu. Já, þær tölvur sem kom til Elko daginn eru allar komnar á Facebook Marketplace núna og miklu hærra verði. Ég hinkra frekar og tek þetta á góðum prís. Ég er ekki að fara að borga 150.000 fyrir PlayStation 5 sko. Nei. Það virðist vera frekar rólegt í þessari keppni, lítið að gera þetta. Það kannski gefur þér góðan tíma til að fara bara yfir okkar frábæru stuðningsaðila. Já, það væri ekki vitlaust að gera það, en það er náttúrulega Autocenter náttúrulega, þeir eru búin að vera stuðningsaðili held ég bara frá upphafi, allavega mjög nálægt því, en þeir til dæmis útvega verðlaunagripina fyrir Tier 1 og held ég 2 líka, ekki alveg klár á því samt, manna ekki alveg. Jú, já. Ég held að Autocenter hafi bara verið fyrsti stuðningsaðilinn. Já, mér grunar það. Það voru náttúrulega líka 2 keppendur í Tier 1, Skúli og Halli, þeir voru starfsmenn, eru starfsmenn Autocenter, annar þeir eru eigandinn Autocenter með þess að, þannig að Ég hef farið með bílinn minn þangað eftir árekstur og það var alveg topp þjónusta og gæðin eftir því líka, þetta var alveg frábært. Já, ég veit ekki hvort ég segja innan gæsalabba, því miður ekki lent í árekstur ennþá, þannig að ég hef ekki þurft að... Þú voru að gera það og vinna þér inn. Já, ég geri það næst þegar ég vinn einhverja deild hérna, þá tek ég bílinn og skella hann út inn í vegg og kíki til þeirra. Já. Og þau verða bara Tasty með sína mergjuðu máltíðir. Já, ég hef farið þangað. Það er frábær stað og mjög góðir hamborgarar þar. Ég á það ennþá eftir, því að ég næ aldrei fast í slapp, sko. Nei. Og býi svo langt út á landi, sko. Selfoss er náttúrulega alveg bara einu megin á hnettinu. Já, það tekur því ekki. Þú getur alveg eins, þú er bara búinn að sennilega drepast úr hungri áður en þú kemst til Reykjavíkur. Já. Svo erum við náttúrulega með Svo erum við með líka náttúrulega Nokko og það er að segja Kore heildsala. Þeir styðja eitt lið í Tier 1 og 2 ásamt því að styðja deildina líka og hafa gefið vinninga og svo erum við með mitt stöf líka en það er fyrirtæki hjá honum Inga sem er keppandi í Tier 2. Er það ekki Maggi sem er með það? Nei, það er Ingi. Ingi er með mitt stoff og og svo var það hitt fyrirtæki, hitt vörumerki sem hann var að setja á laggirnar. Það heitir Boys Must Have. Eða Boy Must Have. Mitt staf er með alveg, hann er með alveg rosalega flott veski. Þetta er algjört must have. Þetta RFID blokker og toppveski. Kemur í veg fyrir þjófnaði fyrir þau út í útlöndum aðalega. Já.
Það er svona þegar tæknin er orðin þannig að þetta er alltaf orðið snertilegst hjá okkur og þá er mjög einfalt að bara að ræna á einhver peningum án þess að snerta kortin okkar, þannig að það er að gera að vera með kortaveski sem að blokkar það. Þá er mittstaf.is akkurat staðurinn. Hér sjáum við að hann Illugi er farinn inn í pit. Það er spurning hvort að það hafi verið gengið eitthvað illa hjá honum í keppninni eða eitthvað, eða hvað, en hann allan virðist ekki vera að láta skipta dekk. Það virðist ekki vera að gerast, nei, það er bara... Það er vist ekki að henda í eitt shoutout á hérna pittin. Það er nú að styttast í að pitturinn verði alveg á fullu, það styttist í formúluna sko. Jú, og þeir náttúrulega, hann hérna Kristján Einar og þeir á Game TV héldu mitt mót hérna með okkur daginn. Það var alveg mjög skemmtilegt. Já, skemmtilega lifir í keppninni. Ég fekk kommentið á mitt lifir að ég hefði bara skellt limmið á hann. Já. Ég var með held ég 70 dekkals á bílum. Já, nákvæmlega. Ég held ég hef aldrei sett eins mörg dekal á bíl hjá mér áður. Nei. Og ég held ég að vera með einhver 340 dekals á bílum. Sigurbíllinn var nú alveg rosalegur. Valli klikkar ekki, Valdimar Nei, Mark, hann klikkar ekki þegar kemur að grafískri hönnun og Það er svona alveg dæmi. svakalegur sko. Þar hefði átt að borga honum bara svona pening. Já. Já, þetta fyrir sig. Það er svona eina sem maður gerir í sinni byrji. Hérna er Björgvin búinn að ná honum Halldóri og búinn að taka fram úr honum líka. Já. Illugi er horfinn á brott. Það er farið. Ég náðu ekki að sjá aðdragandann að þessu, en það er spurning hvort að Halldór hafi lent í ykkur, en það var alveg þokkalegt bil á milli þeirra áðan. Já, Björgun er með líka mikið betri dekk sko, það er svo slitinn hjá hinum. Það munar alveg svakalega. Já, Það er rosalega slitinn. Það er spurning að Björgun er greinilega búinn að æfa sig eitthvað og búinn að svona passa upp á, að læra svona að passa upp á dekkin. Það skiptir mjög miklu máli í þessu líka að passa vel upp á dekkin. Upp á endingu. Og var hann bara farið, hann er bara búinn að stinga hann af. Já. Sjáum við hérna hvort að... Já, við spáðum því hér í startinu að þetta er alveg svakaleg keppni. Við höfum ekki reynst neitt sannspá. Nei, það rættist ekki því. Það er rauninni... En komið sér bara fyrir og svo bara rúllaði þeirra fram. Við vonum eftir einhverju drama hérna núna. Já, það er í rauninni... eini sem að hefur haft eitthvað reitt fyrir sér í kvöld er eins og hann Ragnar Þór, en spáin hans virðist alltaf að rætast alveg upp á hár. Það er Jökull, Arnar og Agnar, fyrsta, annar og þriðja. Það gæti nú verið að Aggi gerir mistök og Ljótur kemur og alveg spænir hann í sig. Það getur alveg gerst sko, já, það getur allt gerst. En hérna, Illugi kominn í spjallið og hann segist vera lasinn, neikvæður samt, það er að segja ekki COVID-lasinn, bara lasinn. Og ósáttur með skyndiákvörðun að nota Audi R8. Já. Ég var mjög hissa að sjá þann bíl á brautinni. Það er alveg... Þetta er einn af bestu bílunum til að nota, en hann er alveg... Maður þarf rosalega tækni og hæfileika til að keyra það. Já, svona Audi R8 er ekki bíl sem þú tekur inn á braut í skyndiákvörðun. Það sem að þú þarft að æfa þig alveg verulega mikið á honum á brautinni áður en að þú ferð að keyra hann hérna eitthvað að viti, sko. Þannig að
það er alveg skiljanlegt að hann hefur ákveðið að skila bílnum bara í pitinn Já, og leyfa maður þeim fengi að hann eiga við endurgreiddan. hann. Ég myndi heita endurgreiðslu bara. Já, nákvæmlega. Það er eina sem er gæti orðið barátta núna, það er á milli Guns og Óla, það er svo þessi 1,5 sekúnda, það er nú ekki mikið af mistökum Guns og til að þetta verði hörku kappakstuр. Já, Björgvin er strax komin 5 sekúndum á undan Halldóri. Það var bara að taka fram úr á seinstringa eitthvað svoleiðis. Dekkin fær hann að stríða Halldóri svolítið mikið. En Halldór er alls ekki svo eini sem er með slæmt dekk, sko. Halldór var síðasta hring 1.37 á meðan að Bjöggi fór á 1.34. Nú er eitthvað að gerast í 7. og 7. seti. Já, ég er að fylgjast með þessu. Þetta er komið undir sekundunum bilið. Það er loksins komin einhver slagur í þetta reis hérna. Já, í Guns og byrði hann um að bremsa. Já. Fer svolítið vítt hérna. Það gefur kannski Óla smá tækifæri til að ná upp að hann nær ekki betra exiti. Óli er með aðeins verri dekk þannig. Já. Það er ef það eru tier 2 menn hérna í spjallinu á YouTube að hérna við eiginlega hvetjum ykkur til að gefa okkur æsi spennandi kappakstur í tier 2 hérna á eftir. Já, endilega. Við nennum ekki að vera að taka 2 reis í röð þar sem við erum bara að horfa á bíl upp á einhverjar sekundur á milli manna, sko. Það er alltaf að gerast þetta núna. Já. Óli er kominn í Kjölsóið og náði hérna svakalega góðu exiti inn á beinakaflan, byrjunarkaflan á brautinni. Þannig að það er spurning hvort að hann sé að fara að ná fram úr Gunsó núna. Gunsó tekur innrifina. Já, ver vel. Óli er hérna svolítið laus hérna út úr beginni. Ekki fyrst skipti sem við sjáum hann kasta bílum svolítið til hérna út úr þessari begi. Nei, hann er svolítið frjáls á aftan. Það var frábær beigja hjá honum. Gunsó líka. Þarna kastaði hann svolítið vel hjá honum bílinn. En er samt að taka þennan kafla hérna hraðar heldur en Gunsó er að gera, þannig að hann gæti verið að missa Kjölsóið núna, sýnist hann vera búinn að missa það. Kjölsóið, dettur það ekki út í 0,8 eitthvað svoleiðis? Já, svona, ég held að 0,75 er held ég þegar það byrjar. En hann allan náði miklu betra exiti hérna. Kemur kaplinn og þessum kapla þá er Gunsó betri. Driftið núna, það ekki, eins og vennilega. Gaman að sjá svona hvaða eru mismunandi hjá
ökumönnum þá sumir kaflar af brautinni eru svo svakalega sterkir í og á annar kafli þá bara eru þeir alveg út á kortinu sko. Já, já. Og Björgvin er alveg bara að djúa upp að þeim, nokkra hringi viðbót og hann myndi ná þeim. Já, en það er spurning hvort að ná þessu á þessum 2 hringum sem er eftir, mér finnst það mjög hæpið. Það eru 2 heilir hringir eftir og restin af þessum. Núna er Gunso farin að keyra mjög defensive. Óli er bara alveg upp við hann núna og ef Óli getur haldið áfram að ná betra exit eins og hann hefur verið að gera þá getur hann verið komið gott tækifæri til að taka fram úr og taka 7. sætið af Gunso. Ég held að hann reyni náið því núna í BU1 hérna. Nei, ekki náðan að lagt. Missir hann alltaf svolítið frá sér í BU1. Já, reynir innri línu hérna. Hlið, smá kontakt. Og nær síðan verra exitið þarna. Og þessi slagur á milli þeirra er að koma Björgvini mjög vel sem er búinn að vinna á þá rúma sekundu á þessu á hálfri brautinu. Nei, og heyrðu, hann stingur sér hérna innri. Já, heyrðu. Já, hann lætur þetta virka. Gunso alveg, já, stingur sér hérna tilbaka, það er smá kontakt á milli þeirra. Þetta er bara með, svona á þetta að vera, alla keppnina. Kíkja hérna bara eitt augnablik á toppinn. Já, þú kannski kíkja fyrir mig á hvort það sé eitthvað að gerast annars staðar eða hvort þetta sé bara alveg steindautt og... Jökull er hérna 4,5 sekundum undan og Arnar bara mjög steady í öðru seti með 6 sekundur og Aggi bara í rólegheitum með 6 sekundur á næsta og svo koma aftur 6 sekundur. Já, þannig að þetta er alveg jafn steindautt í koppinum sem þú er. Nei, já. Síðasti hringur, hérna, Jökull byrjar á honum. Herri, svo er bara Björgvin kominn í þennan slag. Fýlist er hann búinn að vinna upp hérna. Seinasti hringurinn, ef Björgvin nær að ná sætið þarna á seinasta hringnu, það verður nú bara eitthvað, það verður svakalegt að það gerir sko. Já. Bilið er hérna undir sekúndu á milli þeirra tveggja hérna Óla og Gunso. Eitthvað chatið tekur driver of the day. Já, ég gleymdi alveg að hugsa út í það maður. Ég finnst voðalega erfitt að gefa efstu 4 driver of the day. Ég ætla að gefa Björgvin það. Bara, já, hann er búinn að taka það mikið hérna í síðustu 3 hringjum. Það var 5 sekúndum eftir en fyrir 3 hringjum. Já, ég vissi mér það að Jökull er bara komin í gegnum markið hérna. Arnar er að fara í markið líka. Agnar. Aggi er að koma hérna. Kíkja hérna á. Bjöggi er komin bara í slægin, sko. Hann er komin í kjölsogi. Þess að hann gæti, ef hann tekur seinustu beinu alveg hárrétt, þá gæti hann náð einu sæti á seinustu beinu. Ég held að við bara verðum að fylgjast með þessu hvort hann náði. Já, þetta er... Svolítið vítur, nei, hann nærði ekki. Jöfunni. Það hefði verið frá, hvað? Hann er samt með svakalegt rönnina. Hann er þetta aftur þau. Þetta er fótófinnis, hann er ekki. Hann er ekki, vá, 0,088 á milli Bjögga og Ólamar. Þvílíkur endir maður. Já, þetta var Nissanin, það var hraðin á honum sem hann hefur, endahraðin. Það munaði. Já. Herru, driver of the day, kominn 2 atkvæði á Björgvin, 1 atkvæði á Jökull. Þannig að það er spurning hvort að chatið vilji eitthvað bæta í það. Jökull tekur hérna pole position, fastest laps og clean race. Já. Algjörlega með þetta hérna, herru ég maður að segja, þetta var í race results og ég ætla að screenshotta þetta fyrir Guffa.
og seifa replayið. En þetta var bara rosalegt, en hérna, ég verð að enda þetta sem sagt, mér sýnist bara fyrst að það er engin fleiri atkvæði komin. Jú, Jökull segir Hannes hérna. Úff, er ég deciderinn, sko. Er þetta deciderinn? Ég get ekki kosið. Því miður, ég verð að... Ég er ekki hlutlaus þar sem að Björgvin er í mínum besta vinnahópið, þannig að... Mér langar til að kjósa hann, en það er ekki hægt að taka af Jökli. Hvað segir þau? Arnar Finnur fær hérna 1 atkvæði. Það er ennþá 1 atkvæði á Jökul eða Björgvin og þá er það driver of the day bara. Já, það verður ykkur einn að segja. 1 atkvæði í viðbót sem segir hvort það sé... Ef að segja Jökull, þá er það Jökull. Close call hérna á milli Björgvins og Jökuls, en Jökull tekur driver of the day. Þannig að svo fór það, en ég ætla að enda þetta stream núna þar sem að ég þarf að drífa mig að setja upp fyrir tier 2 reysið sem að byrjar eftir örfáar mínútur. Við sjáumst bara aftur eftir cirka 10 mínútur, áhorfendur góðir. Takk fyrir að horfa.